Komið sæl og blessuð og velkomin í vikuskamt, beina útsendingu, umræðu fréttir vikunar og hvað maður að segja, tíðaranda og þjóðmál líðandi stundar. Það komin hingað góði gestir eins og hendra nær, 4 alls. Hanna Kristín Skaftadóttir, lektor í viðskiptagreind á Bifröst. Vertu velkomin. Takk. Þú ert komið í fyrsta skipti, er það ekki? Fyrsta skipti hér á samstöðinu? Yes. Já, virkilega gaman að fá þig. Nú Hallur, við þekkjum svolítið, þú hefur komið hérna áður, Hallur Magnússon, atvinnureikandi. Þú ætlar að segja okkur á eftir hvernig formannskosningin hérna í Framsóknarflokknum fer helgina. Þegar þú ert með svona aðeins meiri tengingar þangað heldur en ég allavega. En Páll segist vita. Já, Páll segist vita líka. Páll Ásgeir, vertu velkomin. Gaman að fá þig, blaðamaður og náttúrulega leiðsögumaður og fjölfróðumaður og voru gaman að renna yfir nokkur mál með þér og Elva Dögg Hafberg, uppistandari. Vertu velkomin. Takk. Þú ert með Tourette. Jú, það er víst. Þú ert Madame Tourette og það getur vel verið að þú munir stynja dálítið á meðan á þættinum stendur. Já. Þannig að þeir sem eru að hlusta eða horfa, þeir þurfa ekkert að óttast tótt. Nei, bílstjórar spyrja alltaf, er allt í lagi með því? Ég halda alltaf að ég sé að deyja í eftirsætinu því ég er bara eitthvað hérna. Þannig að allir leigubílstjórar, það er í lagi með mig, bara svo vitið. Og þú ert ekki bara að sýna í kvöld? Jú, með sýningu í kvöld á Kabarett nýr í bæ, þetta er í Bankastræti 5, sem að B5 var til húsa. Byrja kl. 9 og bara gaman að sjá sem flesta. Þar. Er á ensku. Er á ensku? Yes. Já. Sko þetta er eiginlega svona, má segja þessu tímamót hjá sumum ykkar, ekki bara Elvu. Ef að vaða beint bara í Bifrastarmálið, hvað sagði þú Páll Ásgeir áðan? Baráttan Bifröst. Ef ég ætlaði að skrifa greinum þá hefði ég notað fyrirsögnina baráttan Bifröst. Hvernig hefur verið að vera þú síðustu vikur? Það er alltaf gott að vera ég. En síðustu vikur, þetta hefur verið áskorun fyrir okkur á Bifröst. Þetta hefur gengið mikið á, við vitum það. En núna verið það slutið þó vera að falla í ljúfa löð. Þannig að við erum konum með nýjan rektor sem er tekin við sem staðgengill rektors. Og þá horfum við til betri vegar. Já. Labbaðu aðeins í gegnum hvernig þú tengdist þessu máli beint. Ég er ein af þeim 3 sem var kært til siðanefndar Háskólans á Bifröst 24. nóvember síðastliðinn. Síðan tek ég við sem formaður félags akademiskra starfsmanna núna í janúar á þeim fundi þar sem að var borin upp vantrauststillaga á rektor Háskólans á Bifröst. Og við sem höfum fylgst með fréttum á þessu máli, okkur fannst lengi framan á að þetta gengi hægt og það væri svona eitthvað undir mallandi og það vantaði alltaf meira upplýsingar. En svo bara allt í einu núna í vikunni þegar núverandi rektor er svona svolítið búin að verjast gagnrýni, þá bara kemur í beinni útsendingu, öllum að óvörum. Ég hef ákveðið að hætta störfum, ég hef ákveðið að segja upp. Hvað var það í rauninni að þínum að þetta eina lausnin eftir þessa kássu sem að málið var komið í? Við höfðum óskað eftir því að rektor myndi stíga til hliðar á meðan að rannsókn á málinu færi fram. Þannig að þetta var ekki okkar beiðni eða ósk að hún myndi víkja úr starfi. Einhverjir höfðu þá skoðun en það er ekki það sem vantrausti gekk út á. Vantrausti gekk út á að þau myndu stíga til hliðar á meðan við erum að finna út úr hvernig gat þetta gerst vegna þess að þessi kæralli siðanefndar er í besta falli okkur mati óeðlileg fyrir akademist frelsi. Þeir voru sökuð að hafa ekki sjálf skrifað greinarnar. Já, í raun og veru í kjarnanum til að einfalda málið að þá erum við ásökuð það að vera svokallar heiðusmeðhöfundar að greinum. Og það er þá þegar að fólk skrifar ekkert sjálfur. Það er bara líkt og ritstjóri á blaði eins og fyrir Pál að hann myndi segja setja einhverja grein, blaðagrein í gegnum Claude eins og hann notaði í þessi tilfelli. Gervigreindarforrit og Claude myndi segja
Ég gef þessari grein einhvernina 2 af 10 með líkindafræðilegu mati á að hann hefði skrifað blaðagreinina og ritstjórinn kæri síðan eigin starfsmenn til blaðamannafélagsins. Og ég veit ekki alveg hvernig blaðamenn myndu bregðast við slíkum kærum til síðanemnda blaðamanna. Það er ógerlegt fyrir, og nú ég sko fagstjóri gervigreind viðskiptagreindar við Háskólann á Bifröst og þar á meðal kenni ég gervigreind og það er algjörlega ómögulegt og ótækt að ætla að spurja gervigreindar forrit hvort einhver aðili sé mögulega meðhöfundur að grein. Það stenst ekki skoðun og þannig að þetta varðar ekki bara okkur sem fræðasamfélagi hjá Háskólann á Bifröst, heldur bara fræðasamfélagið á Íslandi og hún var nú hjá þér daginn hún Kristín Vala, er það ekki? Jú. Og þá minni mig að hún hafi talið að þetta eru þetta aðför að þverfaglegu samstarfi vegna þess að þarna er líka sagt viðkomandi fræðimenn eru ekki þetta er ekki þeirra sérsvið en mikið af fræðimennsku í dag og nútíma rannsóknum gengur út á þverfaglegt samstarf eins og bara gervigreind er ekki tölvunafræði, gervigreind er tölvunafræði, stærðfræði, málvísindi, hagfræði, siðfræði, lögfræði og ef allir eiga að ganga undir slíka rannsókn mögulegt meðhöfundabrot vegna þess að eru þverfaglegu samstarfi, þá erum við í vandræðum. Þannig að þetta gengur ekkert út á, vandræðusti gengur ekki út á persónuna Margréti sem rektor alls ekki, bara margt frábært sem að Margrét hefur gert fyrir skólan. Það sem við vildum láta athuga var af hverju, eins og ég með hérna pappírana úr þessu máli, máli byrjar á því og okkur sagt að þetta sé gæðaeftirlit og á grundvelli þess, stendur hérna mál, þetta vakti grunnsemdir á grundvelli núgildandi gæðaeftirlits. Þannig hér sjáum við að það stendur ekki neina ábendingu og síðan kemur einhver eftiráskýring frá rektor og rektor segir okkur bast ábending að það er ekki fyrir en málið var komið í kleinu að þá fer hún að tala einhverja innri ábendingu akademisks aðila og þannig okkur það er ekki ennþá nafnlaus innri ábending sem er ekki tilnætt gagn ég er þetta með bara gagn að stapla þetta öll málsköp, það er ekki það í málinu annars sem okkur þótti svona ámælisvert var að hún segir hérna til að tryggja rannsóknar hagsmuni að þá fer hún þess að leit við siðanefndina að við séum ekki kunngert, okkur sé ekki kunngert að það sé verið að rannsóka okkur fyrir að niðurstöðu lokinni og við skiljum ekki alveg hver var tilgangur með því að halda okkur utan við rannsókn málsins. Siðanefnd áréttir við fyrrum rektor að það sé ekki hægt vegna þess að við förum eftir stjórnsýslulögum í þessum málaferli og þannig að þá lætur hún okkur vita eftir að það búið að slá að fingurinnar út af þessu. En sömuleiðis var líka einkennilegt í þessu máli sem er ekki ennþá búið að segja neitt að rektor sömuleiðis segir okkar siðareglur hafi ekki verið uppfærðar ekki fyrir síðan 2019. Það voru siðareglur uppfærðar. Þannig að hún segir ekki, ég hef ekki haft tíma til að uppfærða siðareglur háskólans, notið bara siðareglur Háskóla Íslands. Til fyllingar á okkar siðareglum og það líka skýtur svolítið skökku við hvernig eigum við, ég meina þá hvað á morgunni og þá nota siðareglur á kúpu, ég meina ég veit það ekki ef við þá bara taka inn og innleiða einhverja aðra siðareglur, hvernig við geta elt það, ekki það, við vorum að fylgja siðareglum, ströngustu siðareglum vísindasamfélagsins á Íslandi en það var niðurstaðan svo En það er margt í þessu sem hefur ekki ennþá verið alveg fyllilega skýrt og okkur mati. Niðurstaða siðanefndar er komin og okkur þótti úrskurðurinn ekki beint. Hann í raun veru leysti ekki hann svaraði ekki þessum spurningum úrskurðurinn. En Margrét tekur sjálfan út Já. Og sko þetta fyrir okkur leikmenn sem fylgjast með þá vitum við svo sem ekki alveg hverju við að trúa. Hún segir í málsvörn sinni sama dag og hún hættir störfum að reiðir frekir kallar sem hafi fengið vel borgað aftur í tíman áður en aðstæður breyttust og stór fjölgaði nemendum. Hún hafi tekið spón úr aski þeirra hún hafi neyðst til þess. Þá hafi hann fengið hluta starfsmanna samfélagsins upp á móti sér. En svo eru aðrir sem segja sko að þetta mál hafi bara verið eitt af mörgum og stjórnunarvandi hennar nái langt aftur í tíman. Viltu tjá þig eitthvað þetta?
Já, mér þótti áhugavert þessi vingill með þessa verktakagreiðslur. Þetta er rétt og satt, en á sama tíma, hún segir að verktakagreiðslur hafi verið afnumdar í fyrra, en þá er hún líka að segja að mestan hlut af hennar eigin stjórnunartíma lét hún þessa verktakagreiðslur sjálf viðgangast og það eru teknir upp einhverja tölur ákveðna starfsmenn, ég tilheyri ekki þessum hóp. Fyrirgefum að skutin, eru þá starfsmenn bæði á föstum launum og með verktakagreiðslur og hana? Þetta var. Það er búið að breyta þessu. Þannig að þetta var þá þannig og þetta var gert á valdatíð annarra rektora vegna þess að þegar að Háskólinn Bifröst var í krísu fjárhagslega að það var það gert að það var sami við starfsmenn, ok, þeir eru kannski að fá 50% laun og svo fáið þið eitthvað annað, í verktakagreiðslum. Þetta var gert til að spara kostnað skatta fyrir skólan. Launþeginn sjálfur og þannig nefndi einhver tala hæstu greiðslur hefur verið 10 milljónir króna en ef þið takið launatengd gjöld og allar skatta af þessari tölu að þá er þetta ekki hærri laun heldur bara meðal háskólakennarinn er með, þannig þetta var tekið algjörlega úr samhengi af henni að mínum mati. Og hvað hélt hún að menn væru núna reiðir og ætluðu að fá nýjan rektor sem myndi þá koma svo aftur á eða ég skildi ekki alveg tenginguna vegna þess að ég veit alveg að það myndi ekkert gerast þannig að þarna var aðeins verið að afvegaleiða umræðuna mínum mati. En eitt orðum nýja rektorinn, hvernig líst ykkur í skólanum á Ólínu sem sett tímabundið, það ekki satt? Hún er staðgengill rektors. Staðgengill rektors, svo. Já, hingað til. Sjáum hvernig það fer. Er góður hugur í starfsfólki og nemyndum með hana, hygurðu? Já, það sem okkur fannst vanta upp á eins og þú segir, þegar við vorum alltaf að bíða eftir að fyrir rektor myndi svara okkur var aldrei svarað. Eina sem við vildum var samtal á þessum tímapunkti þegar það kemur vantraust tillaga 14. janúar og einu svörin sem við fáum er bara stjórn óbeint í gegnum fjölmiðla eða fjölda tölvupóstsögðu og okkur við lýsum við fullum stuðningi á rektor. Okkur vantaði bara samtal. Eina sem við vildum var bara að ræða málið og finna út úr þessu. Ólína, við þekkjum Ólínu bara af einu góðu og leið og hún tekur við núna sem staðgengill rektors. Það er nánast allt fallið í ljúfa löð. Það er algjör einhugur af öllu sem ég hef heyrt hana Ólínu og Ólína hún er einstaklega réttsýn. Hún er mjög réttsýn og prinsipkona mikil. Algjör prinsipkona og hún leggur svo mikið upp úr því sem vantaði. Hún skrifaði bók spillingu? Einmitt, já. Og hún ég get ekki ekki eins og í hugulund ímyndi mér hana tengjast nokkru sem tengjast spillingu. Hún vill alltaf komast til boss í öllum málum. Hún krefur málin vel en það sem fyrst og fremst hennar kostur í þessum aðstæðum er samskiptafærni. Hún tekur upp síman, hún bara heyrir í fólki og þetta var í raun og veru það sem við þurftum. Akademíski starfsmenn var bara að taka upp síman og eiga samtöl. Bara hvernig getum við öll unnið saman og fundið út úr þessu. Þannig að það er bara fössari í þér. Það er algjörlega fössari í mér. Þetta er stundu blásið hana á Ólínu mína Já, hún er alveg frábær. Ég tek það fram ég held að í þessari stöðu sem núna, þá var hún og rétta manneskjan á réttum tíma. Með alla sína reynslu og búin að ganga í gegnum ýmislegt. Mér þykir náttúrulega mjög vænt Bifröst, ég er bifröstingur og þekki þetta umhverfi. Það var vont að horfa upp á þetta mál. Það náttúrulega margir fletir á þessu. Það mjög mikilvægt að það sé tryggt akademískt frelsi. Það algjört grundvallaratriði. Það líka grundvallaratriði að vera með virka gæða stjórnun og rýna í raun og veru kennsluna, námið og allt sem að því fylgir. Það er bara nauðsynlegt. Í þessu tilfelli þá virðist mér sem svo að fyrrverandi rektor hafi skrikað fóturinn í stjórnsýslunni og ekki gengið í málið eins og rétt hefði verið og það sem ég skil eiginlega alls ekki í þessu máli nákvæmlega sem að ræða hér að taka ekki samtali. Þetta eins og verið að gera eitthvað að talandi við aldrei kallmenn og þannig eldri í reykfylltum bakherbergjum í stað þess að hafa þetta upp á borðinu og hafa gagnsæi. En þess að gagnsæið verður að vera og algjör grundvallar atriði í akademísku vinnu.
En baráttunni Bifröst þá lokið? Það er ekki alveg öll kurl komið til grafar en þá. Við erum bara, sko það sem skiptir núna máli samtal og að finna út úr næstu skrefum, vera sátt hvernig eigi að taka á svona málum. Ég heyri á rektor að þessi aðferð sem var notuð við þetta að kanna höfundar réttmæti með gervigreindarforritum og öll þessi svona leyndarhyggja sem ríkti yfir þessu. Það ekki það sem koma skal og leið og við heyrum það að það að breyta þessu ferli þá ætlum við miklu viðræðuhæfari. Við höfum átt samtal við hann Ársæl Harðar sem stjórnarformaður Háskólans á Bifröst. Gott samtal starfsmanna við hann. Við eigum áframhaldandi samtöl. Þannig að ég held bara að við horfum fram á veginn og tökum utan nemendur okkar. Það eru þau sem skipta máli í þessu. Þau voru að byrja að blandast inn í máli sem var mjög leiðilegt og ég finn bara mikinn einhug og jákvæðni. Þetta ekki fyrsta áfalli sem að Bifröst hefur lent í áratugi og ég trúi á því að það verði leyst úr þessu og að framtíðin verði björt. Þetta erfitt. Já. Það sótt að Bifröst og hefur lengi verið sótt að Bifröst úr ýmsum áttum en ég trúi á því að þetta muni lagast og hlutirnir enda sem sagt Bifröst haldi áfram inn í framtíðina sem þessi góði háskóli og góði skóli sem hann og þar Ólína. Ég held að hún getur verið lykilmanneskja nákvæmlega því. Það ómetanlegu fréttaauki, þetta nú búin að vera einn stærsta frétt vikunar að fá þig hingað. Takk fyrir að miðla þessu til okkar og svo kemur inn í fleiri mál sem við ætlum að ræða eftir. En Páll Ásgeir, til hamingju með nýja þáttinn þinn, þú hleyptir af stokkunum þætti umhverfismál á samstöðinni, á þessum fjölmiðli og þú ert ekki einn. Nei, það gerir enginn maður neitt einn. Nei. Þannig að en ég tilheyri hópi fólk sem að fannst og finnst enn að umræðan náttúruvernd og umhverfismál sé örlítið munaðarlaus. Hvort sem maður ber niður í fjölmiðlum eða inn á þingi og ég tala nú ekki í viðhorfum og framkvæmdum og áformum núverandi ríkisstjórnar. Þannig að við ákváðum að nýta okkur þessa opnu, grasrótar, örlítið jaðarsettu sjónvarpsstöð til þess að setja þennan málaflokk á dagskrá og fyrsti þátturinn var sem sagt sendur út í gær ef maður rétt. Og svo höfum við áhuga á að þetta verði á dagskrá einu sinni í viku fram á vorið. Það má eiginlega segja að það mikið fljúgandi start því að fjalli þarna ummæli sem eruðu fréttaefni. Það eins og allir sem að starfa í fjölmiðlum vita það er alls konar aðferðir sem hægt að nota til þess að vekja athygli á því sem í fréttum. Auðvitað viljum við að sem flestir hlusti og mér hefur fundist þegar að ég hef tekið þátt í þáttagerð í vetur að þá stundum kom mér á óvart hvað það er alls konar undarlegt fólk sem að fer að tala við mig út af því. Þannig að ég það bara undarlegt fólk sem það sem ég á við að það virðist vera meiri dreifing og meira áhorf á þessu sjónvarpsstöð heldur en maður kynni að ætla í fljótu bragði. Við heyrum þetta oft. Og ef maður opnar munninn og segir hvað manni finnst og hvað maður vill, þá er alltaf einhver sem hlustar. Þannig að við erum ánað með að hafa komið þess af stað. Við erum búin að tala þetta í fáeinar vikur og við erum ánað með að hafa komist af stað og gerum ráð fyrir að taka upp annað þátt núna á mánudaginn. En nú hefur einu sinni vikið undan að svara því sem ég var að þessum með fréttnæmið. Að þessi vísisfrétt, hún fjallar að Tryggvi Felixson, eða ekki? Jú. Fyrrverandi formaður Landverndar. Já, hann kallar Jóhann Pál gengið í Epstein Björg. Það var orðalagi sem hann notaði. Já, og hann segir að hann sé ekki vinur, nei, það er ekki akkurat það sem hann segir. Hann segir að hann starfi ekki nógsamlega í þágu þjóðar og landsins og hann talar sérhagsmuni sem hann gangi fyrir eða gefur það í skyn. Epstein líkinguna
tók hann svona sem spiltan dekadens efri stéttarinnar. Það sem hann var að vísa til var auðvitað það að hann var að vísa til þeirra sem þegar valdamenn gera með sér bandalag eitthvað sérstakinn tilgang og þegar þeir eru komnir inn í klúbbinn eða bandalagið, þá gleyma þeir þeim sem að koma þeim þangað þar sem þeir eru. Og það var kannski, þetta var auðvitað ekki þannig að hann væri að væna umhverfisráðherra það athæfi sem Epstein hefur orðið frægastur fyrir. Heldur frekar að nota það líkingamál að þegar þú ert komin inn fyrir múrana og situr við háborðið, að þá hættir að heyra í líðunum fyrir utan múrana og gleymir því hvað það sem að þeir vildu. Og þetta var sett fram í því samhengi, sko, ég held við hefum verið að tala um frumvarp lagareldi sem væntanlegt inn í þingið núna á næstu dögum eða vikum og við vorum að vísa til þess að það einbeittur ásendingur ríkisstjórnarinnar að setja þetta dagskrá í þeirri mynd sem það hefur birst okkur. En á sama tíma hægt að vísa í kannanir sem að gerðar hafa verið meðal almennings sem sýna í kringu 70% Íslendinga eru andvíg þessari atvinnugrein eins og hún hefur verið rekin. Einbeittur ásetningur eins og það orðar það, við getum eins sagt einbeittur brotavili. Já, þú mátt kalla það. Já. Sko, bara til hamingju með hann þátt. Ég hlustaði á hann, mér finnst hann góður og ég þér bara að sammála með það og svo ég tjá mína persónulega skoðan á því að það hefur náttúrulega ekki verið nein umræðum umhverfismál, alveg ótrúlega lengi. Sko. Við erum, náttúruverndarfólk munaðarlaust, það misti móður sína sem birtist í formi Vinstri grænna og þeir bara féllu frá og það hefur ekki til þeirra spurst síðan og þess vegna það er engin fulltrúi þessa hóps eða fulltrúi þessara skoðana eða viðhorfa inn á þingi að því verið vist og ég held að Tryggvi Felixson sem það ekkert launungarmál að hann hefur starfað innan Samfylkingarinnar árum saman og ég held að hann sé ekkert einn það að hafa áhyggjur af því hvernig þessi ríkisstjórn sem að við erum að mörgu leyti mjög ánægðir með, hvernig hún gengur fram í þessum málaflokki. Eigum við þá að Hallur á því og búin að hóta því að þú ætlar að segja okkur hvernig formannskjörið fer helgina í Framsóknarflokknum. Ég var með Óla Harðar í gær, hann var að ræða þessa stórmerku sögu flokksins og stór veldi sem hann var og 70% af ríkisstjórnartímanum og 25% áskrifandi áratug eftir áratug, 19 svo og núna myndið við gefa aðleguna til þess að fá verstu kosningu fyrir ekkert svo löngu. Hvort heldur að Ingibjörg Isaksen eða Lilja Dögg hafi betur? Áður en að var ljóst hverju færu í framboð þá hélt ég því fram að Lilja Dögg ekki formaður. Ástæðan væri svo að þótt hún hafi mjög mikið fylgi, hún mjög öflug, hún dugleg, klár, en þótt hún hafi töluvert mikið fylgi, þá held ég hún hafi ekki svona í venjulegu árferði meiri hluta fylgi í flokknum. Og ég ætla að halda mig við þessa kenningu og að flokksmenn muni velja Ingibjörgu. Og þetta, ég sagði sem svo að það væri að því að reglurnar eru þannig að þú þarft að fá meiri hluta atkvæða til þess að vera kjörinn formaður. Og Ingibjörg vist með Sigurðar Inga maskinn. Já. En sumir segja að það muni ekki duga og Lilja Dögg muni hafa. Já, sko, eins og ég segi, hún er mjög öflug, hún Lilja. En ég gerir ráð fyrir því að ef það verið 3 í framboði þá hefði Lilja orðið efst í fyrirumferð en orðið undir í síðari. Og ég held að Ingibjörg muni hafa það, en það verður naumt. Já, mjög naumt segja allir sem ég tala við. En sko, hvað miklu máli skiptir það hvor þeirra vinnur sigur? Sko, er ekki verkefni bara að koma Framsóknarflokknum úr útrýmingar hættur hennar? Jú, sko, það er alveg klárt að, og þetta er ekkert nýtt í Framsóknarflokknum, þetta voru samvinnumennirnir og svo voru það hvað voru kallaðir á mölinni. Flokkun hefur alltaf verið svona 2 þátta og hann er það þá fram
Hann verður meiri landsbyggðarflokkur ef Ingibjörg verður ofan á. Já, og það kannski liggja meiri sóknarfæri. Mögulega, þá náttúrulega hreinsaðist allt út hér á mögulinni þrátt fyrir að þessi 3 ráðherrar sem féllu af þingi hefur staðið sig að mörguleyti mjög vel. Það voru aðri þættir sem að gera það verkum að þeir duttu út. En heldur það skipti miklu máli upp á sko lífslíkur Framsóknarflokksins hvort þeirra hefur betur? Ég held að miklu frekar hvar áherslunum muni liggja. Já. Og ef að Lilja og hvað þætti og hvað málaflokka leggja áherslu á. Lilja náttúrulega mikið í því sem kemur og stefnarslífinu og því öllu saman. Hún hér á mölinni á meðan Ingibjörg er landsbyggðar kona og hérna. Þannig að ásendin, það verður sikkur ásendin sko. Það ekki, en eitt verður þó skiptir ekki máli hvor vinnur. Það eru báðar á móti Evrópusambandinu. Já. Og tala mjög gegn Evrópusambandinu og ég held reyndar að það hafi verið einn þátturinn í því að Framsóknarflokkurinn misti fylgi hér á mölinni það hversu eindregið var tekin þessi stefna að það ætti ekki að taka upp við Evrópusambandið eingöngu. Ég ræði þetta einmitt við Bjarna Harðar í helgispjalli á morgun. Við munum nú hvernig hann hætti á þingi sko, aðdraganda þess og þá fer hann einmitt svolítið yfir þessi mál, rifjar upp fyrir okkur þegar stór hluti Framsóknarflokksins var svo sannarlega með ESB aðild. Já, það var flokksþing 2009, það var rúmlega 900 manna flokksþing. Þar var samþykkt ályktun Evrópumál þar sem var rætt það ætti að það sem var opnað það að fara í viðræður aðild og síðan þjóðin sem sagt spurð. Það voru 14 sem að greiddu atkvæði gegn af 900. Þannig að þetta var ekkert smá, þetta var mjög eindregið vilji og á þeim tíma þetta var þingi sem að Sigmundur var kjörinn. Og hann á þessu flokksþingi, hann bar kápuna á báðum öxlum, sko. Og Bjarni Ben misti þriðjungsfylgi til Viðreisnar út af sama klofningi. En hvað segirðu, hvor er þeirra vinnur? Ég veit ekki eins mikið innviði Framsóknarflokksins eins og Hallur kann að gera. En ég hef alltaf stuðst við þá vinnurreglu gamalla blaðamanna, ef mér langar til að vita einhvað, að þá þarf ég bara að rifja upp það einhver staðar þarna út í bæ maður sem veit það sem ég langt til að vita, ég þarf bara að vita hvert ég á að hringja. Ég talaði við mann í gær sem er kunnugur í jafnvel myrkustu skúmaskotum flokksins og hefur verið þar ég ætla ekki að segja hvað hann gerði fyrir Framsóknarflokkinn að ég vil halda nafnleynd. Svo jaðrar við almyrkva, þú fórst svo djúpt. Já, en hann sagði að með fyrirsögninni skilur því miður að því það var ekki honum að skapi. En hann sagði að Lilja yrði kosin formaður með svona 60% greiddra atkvæða. Ég fekk sömu upplýsingar á Páll úr 2 áttum að Lilja myndi hafa þetta þótt Sigurður Inga maskinan væri með Ingibjörgu en það eru allir sammála þetta verði þetta sko mjög af því að hann var að vitna í skilgreininguna sko stuðningin á landsbyggðinni og versus höfuðborginni og var að reyna að rifja upp hvað fornir Framsóknarmenn kölluðu þá sem búa á mölinni. Ég var að velta því fyrir mig hvort að Grímsbýlíður væri orðið sem varst að leita. Nei, það var ekki Grímsbýlíður, þetta voru bæjarradikalarnir. Það var orðið sem að Jónsson Hriflu notaði stundum yfir þá sem byggju í Kaupstöðum og lifðu af togarútgerð. En Jónas líka, hann á margar ódöðlega skilgreiningar á þessari skiptingu milli þéttbýlis og dreifbýlis og ég hef sérstakt dálæti á grein sem hann skrifaði þar sem hann rökstyður það að konur séu bæjamyndandi. Já. Það er að því að þær laðast að glísinu og ljósunum í borginni og yfirgefa það eina skýringin sem getur verið á því. Ekki nokkur önnur skýring sem ekkert að konur séu bara aðeins betri í samskiptum og að styðja hvor aðra og nei, það er glísi það sagði Jónas.
Hefur þú áhuga á stjórnmálum hvers tíma, Elva Dögg? Ert að búið til sketsa svona pólitíska sketsa? Ég veit það ekki, eða þú veist, já, þú veist, allt sem ég segi náttúrulega alltaf einhvers konar svona ádeila og svona eitthvað yfir fred, sko. Er þetta einhverja brandara frá Bifröst í kvöld? Nei, ekki frá Bifröst. Ég held að sé alabrátt, mér þykir svo vænt hennar stað. Ég fór alltaf í sumarbústað þegar ég var barn og bestu tímar bara æskuminnar held ég, það er aldrei neitt slæmt sem getur gerst á Bifröst. En með umhverfismálin þar er ég mitt svolítið búin að vera að velta fyrir mér, sko, ég ætla öryrki, hef ekki efni á að fara til útlanda og gróðurhúsaáhrifin hafa opuslega góð áhrif á veðurfarið á Íslandi. Það er engin snjór, ég hata snjó, þau og það er betri sumur og svona. Þannig að ég er svona að velta fyrir mér karakter sem er svona gróðurhúsaáhrifin. Hann er kúabóndi náttúrulega, af því að metangasið, sko, og hann er með svona bílakirkjugarð fyrir utan bæinn sinn og vélarnar í þeim virkallar. Vantar kannski á dekkin og svona, þannig að þeir eru alltaf allir í gangi bara til að reyna að auka gróðurhúsaáhrifin, sko, þannig að við getum verið hérna í svona spánar veðri, þannig að hvernig líst þér á það? Ertu Ég hélt smástund þú værir að tala Þorbjörn á gasstöðum en ef þú fórst að tala þennan bílakirkjugarð en þá myndi ég eftir að þeir eru þetta víða kirkjugarðarnir og í mismunandi stærðum. Já. Þannig að það er svona, já, aðalega, sko. Þetta mér eitt í hug. Þú ert öryrki, segir þú? Já. Í auka vinnu. Já, akkurat. Einn hávaðin í vikunni er tekjutenging, vísitölutenging. Já, hvoru tveggja. Það er annars að við launavísitölu og síðan þetta lítur út eins og sé tvöföld tenging. Já. Sem gerir það að verkum að ef launavísitala fyrir niður þá heldur fólk samt kjörum og það getur orðið til þess að það bílið í raun og veru það fari að borga sig að vera ekki að vinna heldur á bótum svo stað getur komið upp. En ég held að það sé ákveð miskilningur í því. Mér skilsta, Ragnar ráðherra var að benda á þetta að það væri tryggt að þetta myndi ekki gerast. Þetta er mjög skrítin tenging samt. Annars var launavísitala og síðan við hvað? Er þetta mál sem að þú telur að varði miklu fyrir öryrkja? Já, aðróslega mörgu leyti sem er ekki endilega bara þetta. Þú veist, öll þessi umræða bara það bætur megi ekki vera eða lífeyrir réttar sagt megi ekki vera það hár að fólk bara vilji flykkjast á lífeyri og svona. Þetta er bara ekki eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af. Það er ógeðslega leiðinlegt og niðurdreppandi og niðurlægjandi í íslensku samfélagi að vera öryrki. Og ef þú ákveður að bara, ég get alveg unnið og ég get mentað mig, gert allt sem ég vil, ég ætla samt frekar að öryrki, þá ertu sennilega eitthvað veikur, skilurðu, bara í hausnum með eitthvað, skilurðu. Þú veist, af því að þetta er ekki starf sem neitt velur sér. Og mér finnst þetta líka alltaf svo umulig umræða vegna það er alltaf að passa, sko, að fólk sé ekki að svindla sér inn á kerfið. Þannig að við sem actually þurfum á þess að halda okkur að haldi niður út af einhverju fólki sem er ekki eins og í okkar hóp, skilji. Þetta er svona og það er, skilju, bætur með ekki vera hvetjandi, bara hver nennir að vera heima hjá sér einn alla daga að horfa á Netflix ef hann þarf ekki að gera það, bara og þetta er galin umræða og galið viðþorf þetta með þess að það er verið að horfa kannski 1-2% af öryrkjum sem að mögulega er að misnota kerfi. Já, og þá eru þeir ekki öryrkjar. Þá eru þeir heilbrigðir. En það var að refsa okkur fyrir eitthvað sem einhverju heilbrigðir er að gera. Já, og það er bara í síðu samfélagi það bara á ekki að vera svo staða ákveðin hópur vegna þess að það hefur ekki getur til að vinna af misjöfnum ástæðum að honum sé haldið niðri ekkert nánast í fátæktargildru. Algjörlega.
Takk fyrir að segja þetta, það er bara galið, þannig að ég styð sko fullkomlega þessa breytingar sem verður að gera, tæknilega útvæslan á þessu, hvort þetta getur orðið til þess að misvægi verði og mikið, ég veit það ekki. Á sama tíma og öryrkjar hafa svo sannarlega ekki verið ofaldir á þessu skeri, heilbrigðisþjónustan bara endalaust í mólum. Og ótrúlega fréttir bara úr þessari viku sem bárust af bráðamóttöku og ég veit ekki hverju, sko. Og í sömu vikunni þá skila bankarnir, sem sömur hverjir nú bara í eigu ríkisins, hróðir 100 milljarða hreinum ágóða með því að pína okkur á vaxtamun. Þetta nýtur allt blessunar stjórnvalda. Daði sagði að þetta væri hraustleikamerki, heilbrigðismerki. Bankarnir skildu græða svona mikið, bara frábært, Daði fjármálaráðherra. Er ekki eitthvað rosalega dúbíus í gangi? Við erum náttúrulega með tæknilega viðskiptarhindrun í bankastarfsemi sem heitir íslenska krónan. Þannig að íslenski bankar geta gert það sem dettur í hug. Það stóri vandinn, þar liggur vandinn. Mér hvort sem mikinn eða lítinn hagnað, náttúrulega betra að hafa hagnað heldur en ekki, það nokkuð ljóst. Það eftir ákveðan byggður. Nákvæmlega, en hins vegar þessi staða að þeir geti í raun og veru arðrænt fólk í gegnum vexti, það er bara galið, sko. Og lausnin, ef þú vilt fá lausnina, þá veistu hver mín afstöðu því. Við bara þurfum að ganga í Evrópusambandi og taka upp evru. Ég ætla að lýsa því yfir að ég er sammálaður. Og ég get sagt þér bara, ég var í Íbúðalánasjóði fyrir margt löngu síðan og þá vorum að ræða við embættismenn í Brussel út af breytingum á lánakerfinu og þá var svo hugmynd að bankarnir kæmu inn með Íbúðalánasjóði, inn með svona viðbótarlán eða aukalán ofan á grunnlán Íbúðalánasjóðs. Það gekk ekki vegna þess að þeir litu á slíkan samning, ef að það er gert, sem ólögmætan ríkisstyrk til íslenska bankakerfisins og þau sögðu bara fullum fetum. Þetta er lítill markaður, íslenska krónan þessi viðskiptahindrun sem að hún nóg. Það að ríkið að fara að styðja við íslenska banka eigur í raun og veru hvað ætlum að segja þegar mun sem sagt hækkar hindrunina, aðri bankar komast ekkert inn á íslenska markað út af þessu. Og hvað með Indó? Já. Það ekki bara lítill sparisjóður út í bæ? Já, en við getum samt spila inn á kjörbúðalýðræðið, að fólk sýni líka með fótunum, og hafni þessari bankamenningu með því að fara með viðskipti sín annað. Sem að mér finnst almenningur ekki hafa verið að gera, mér finnst ekki að vera að svara þessu. En fólk ennþá eiga í viðskipti við stóru bankana. Það spurningu traust. En ekki eitthvað einkennilegt við að nefni engin orðið fákeppni í þessu sambandi? Já. Hvar sjáum við samkeppni milli banka á Íslandi? Með undantekningunni sem þú nefndir, sem Indó, sem að kannski margir í vitund margra er einhver bara svona lítill sparisjóður, skrítið sparisjóður. Ég En Er Indó ekki bara butta yfir lausafé? Jó, en þetta ekki bara staðfesting þess, og þú ert að tala að óska eftir meira kjörbúðalýðræði, þar sé fólk kjósi með fótunum. Þetta bara staðfesting á því að Íslendingar þekkja ekki samkeppni. Við kjósum ekki með fótunum, við höldum bara að þetta eigi að vera svona. Já. Við sjáum, ég skora á ykkur að benda mér á einhverja atvinnugrein á Íslandi sem að snýra að neytendum, þar sem við erum að horfa på raunverulega samkeppni. Er hún í tryggingastarfsemi? Er hún í bankastarfsemi? Er hún í eldsneytisölu? Er hún í kjörbúðunum? Ég held ekki. Blóðug saga líka aftur í tíman flestra þessara stofnana. Samanber olíufélögin. Þannig að við getum alveg breytt þessu. Það ekki það. Já, við eigum einmitt að gera það sem hún að segja. Við eigum að kjósa með fótunum. Samt eitthvað skrítið við að okkur sé alltaf kennt
kennt okkur almenningi, okkur neytendum sé kennt að við lifum í að mörguleyti viðurstyggilegu samfélagi, viðskiptalega fyrir okkur neytendur og þannig að við mögum ekki taka alla sökina. Nei, við eigum heldur ekki gera það. En við eigum samt að minna okkur á það að valdið í rauninni hjá okkur. Að einhverju leyti. En í þessu með hérna bankana, til hvers þurfum við bankana? Náttúrulega greiðslumiðlun. Þú þarft fasteignalán. Þú þarft ákveðin styrk til þess að geta veitt fasteignalán. Þann styrk hafa bankarnir, gömlu hefðbundum bankarnir, að komast inn á þann markaði bara mjög erfitt. Þú þarft mikið fjármagn, þú þarft mikið styrk og það kemur enginn inn á þann markað á Íslandi meðan íslenska krónan er íslenska krónan. Það er ekkert flott með það. Þetta gjaldið sem skuldaþrælar landsins borga fyrir að vera með krónu og vera með hávaxtastig til að berja niður verðbólguna, lesist græðkina í sjálfum sér, samkvæmt Seðlabankanum, í bönkunum engin bráðadeildar kreppa, þar sem fólk fær berkla í bónus á meðan það bíður og bíður og bíður. Hver skrifar þetta? Kristinn Hrafnsson. Hann ekki bara með þetta? Bara negla. Þetta var nákvæmlega þetta. Við erum svolítið ennþá bara í þessu litlu þorpa menningu sem að kaupmaðurinn bara hafði allir hendi sér, enginn fekk pening, allir fengur bara úttækti á kaupmannum og bara já, ok, við eigum þá allavega í matinn. Mér finnst við oft bara að vera ennþá þar. En svo eigum við líka bara stóran hóp af fólki sem er bara vel efnað og sér enga ástæð til að breyta þessu fyrir sjálft sig, sko, þannig að ég sammála, mér finnst svolítið svona, mér finnst bara svolítið óviðeigandi að vera alltaf ekki kenna en ætlast til þess að við hinum megin við línuna séum alltaf að berjast fyrir hlutum í staðan fyrir að það sé kannski bara aðeins meira siðferði í íslensku viðskiptalífi. Heilbrigðisþjónustan, hún sannarlega geti þegið einhverja 20 milljarða sem að fara í siðlausan arð til bankana. En við kusum þetta. Við gengum til kosninga, þannig að bæði getum við gengið í þann banka sem við ætlum að eiga í viðskiptum við. Við gengum til kosninga, það voru sett hérna fjárlög og þetta er niðurstaðan, varðandi heilbrigðiskerfið. Þannig að, eins og ég segi, hvað vilja menn? Ég meina, þetta er ekki eitthvað sem gerðist á tíma þessara stjórnvalda sem eru núna. Þetta er náttúrulega bara heimatilbúin vandi sem er búin að vera í gangi bara árum saman. Vandinn er líka sá að þótt við spýtum meiri peningum þá verðist ekkert batna ástandið. Það er allt í lagi að spyrja í hvað fara peningar. Já, algjörlega, líka það. Það má spyrja því, já. Hins vegar þessi fréttum hvað sé að vera niðurskurður, 4 milljarða niðurskurður. Ég var nú bara að heyra bara í dag sem sagt í fréttum þar sem að fjármálaráðherra og heilbrigðisráðherra voru að svara fyrir þetta og þau fullyrtu það að það var engin hagræðingakrafa á eða niðurskurðarkrafa á Landspítalann. Þau skýrðu út þennan mun að þetta yrði bætt og hluti af þessari tölu var sá að í gerð fjárlaga þá vissu menn ekki hver kostnaður yrði vegna breytinga á samningu lækna á síðast ári. Að talan, þau bara höfðu ekki töluna og þau fullyrða það að þetta verði bætt og vonandi verður það gert. Þetta þess að veit nú ekki að ástandið er alveg svakalegt í heilbrigðiskerfinu þótt við í grunni séum með gott heilbrigðiskerfi. Það er ekki fyrir maður rekur sig sjálfur á þessar aðstæður sem að maður er í rauninni sjokkarast. Og það hefði samband við maður fyrir svona hálfu ári og hann sagði það að hann hefði komið alvarlega veikur inn á bráðadeildina en hann hefði verið nær dauða eftir 18 klukkstundir þar og hann lýsti sem sagt ástandinu, áreitinu, svefnleysinu, hljóðunum, hryllingnum á sama tíma og allt starfsfólk var að gera allt rétt, ekkert pláss fyrir hann, allt í kaos. Og í dag skrifaði ég frétt eftir Helga Björnsinni, jöklafræðingi á samstöðin.is því við erum líka með fréttir á vefnum þar sem hann lýsir aðstæðum á bráðavakt á Landspítalanum í Fossvogi fyrir nokkrum vikum. Hann situr þar í stól í 12 tíma og hann verður vitni að svo ótrúlegu ástandi.
það einn alblóðugur á höfði með brotna tennur, aðrir veina kvölum, kona á miðjum aldri vegrar gangana, sveiflar höndum í vímu eða geðrofi. Læknir segist vilja ræða í einrúmi við unga konu, eiginmaður hennar tryllist vegna þess að hún var ekki ætlað að hlusta á samræðurnar, með þeim lítið barn. Gamalmenni sem að hann telur að mjög margir kvaldir sjúklingar, mjög mikið hávaða, hljóð og vein og allt það. Og svo nefnir hann gamlan mann sem að hann telur að hafi bara verið rúllað inn á bráðadeildina til að deyja. Hafi bara verið í höndum aðstandenda því það hafi ekki verið neitt annar staður fyrir hann til þess að deyja á. Og það ekki fyrir en maður svona í einhverju návígi og heyri beint í fólki sem að lifir þetta á eigin skinni, sem að maður endalega spyr hvað að gerast. En nú hafa starfsmenn verið að tjá sig á spítalanum. Já. Og maður velti fyrir sér, því nú ég búin að vera í miðri krísu í stjórnunarvanda við Háskólann á Bifröst. Hvort að vandamálið sé í raun og veru fjárhagslegt eða hvort að vandamálið sé stjórnunarlegt við Landspítalann. Hvort að sé verið að hlusta, hvort að þurfa að fara í rótagreiningu á þessum vandamálum og innviðum spítalans. Ég veit ekki, ég veit ekki nákvæmlega svarið, hvort þetta sé bæði. Það vantar fermetra, við ákváðum að taka eitt risa fermetra stökk frekar en að það nú eitt af því sem umdelanlegt það ekki. Það gleymdi samt þyrlupallurinn. Maður bara, hvað? En Björn Sóaka, hann var að gera góða hluti á Landspítalanum áður en hann fór, rekstrarlega og með mikið af hagræðingum. Menn hafa talað millistjórnendur sem vandamál á Landspítalanum. Þannig að maður veit ekki alveg hvort þetta sé stjórnunarvandamál og hvort að peningarnir bara séu ekki nýttu nógu vel eða hvort það vantar meira fjármagn. Það eru sennilega bara mörg vandamál, jafnvel ólík. En þessar aðstæður eru óboðlegar. Eru við ekki öll sammála það? Jú, en við erum náttúrulega líka, þetta vandamál þetta ástand ekki að detta yfir okkur í gær. Ég finnst eins og ég hef hlustað á fréttir af ástandinu í heilbrigðiskerfi jafn lengi og ég hef hlustað á fréttir af ástandinu fyrir botni Miðjarðarhafs. Þannig að einhvern veginn komumst við í þessa stöðu og það töluvert undrunarefni. Og það líka, þetta eru ekki góðar sögur sem að heyrast af þessari stóru framkvæmd þarna á Landspítalalóðinni, það sem hefur verið að byggja nýjan spítala, að þar séu alls konar vandamál í gangi og undarlega stjórnaraðferði þar sem að verktakar standa í áflogum að því að þeir geti ekki, það engin dagskrá í hvaða röð hlutin að gerast. Og mér skilst, áður sem ég veit það beinlínis, ég hef aldrei komið inn í þetta heilbrigðiskerfi nema sem bara viðskiptavinur, að það sé í raun og veru engin þyrlpallur á húsinu. Hvernig það mátti gerast náttúrulega frá sjónarhóli leikmanns dálítið sérkennilegt. Þetta búið að vera sorgarsaga með þennan spítala vegna þess að mín skoðun sú, búin að vera mjög lengi að hann settur á rangan stað. Og það gerist einhvern veginn, þetta þróast út í nánast trúarbrögð. Ekki skynsemi, ekki rök, heldur nánast trúarbrögð. Og forsendur fyrir staðsetningu spítalans þarna voru meðal annars úrbætur á gatnakerfinu sem að búið að blása út á borðinu. En alltaf haldið áfram með, þetta svona eins og sunken kost, að þú sættir ekki við sunken kost, heldur alltaf áfram með og henda peningum í verkefni sem gerði aldrei skila arði. Við sitjum í þessari súpu, það ekkert annað að gera en að klára hana spítala og vonandi nýtist það sem best, en það þarf að fara að undirbúa strax næsta spítala. Af því að við erum búin að sjá þetta ferli, hvað er þetta, 40 ára ferli? Það eitthvað svoleiðis. Það er að fjölga starfsmönnum. Það bara blasir við. Já, hvernig ætla að koma til og frá það? Já. En erum við þá kannski að horfa upp á það að ákvörðunum staðsetningi spítalans, að hún varð að stríðið staðsetningu Reykjavíkurflugvallar hafði einhver áhrif á það. Og ég vil minna á það að það var einn stjórnmálamaður sem talaði gegn þessum áformum. Og það var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem að sannar kenningunum það að ef maður fylgist með íslensku stjórnmálum í einhvern tiltekinn tíma þá kemur það alltaf fyrir einu sinni á hringnum að þú verður sammála Sigmundi. En nú ég til dæmis mjög fegin að það moment fyrir mig persónulega liðið hjá. Ég var á sammálunum það átti ekki að setja spítalana þarna
og nú veit ég það að ég verð aldrei sammála Sigmundi aftur. Nei. Herðu, við skulum tala eitthvað sem svona meira fútt í. Það við erum komið okkar eigin Epstein-hneyksli, Dorrit og Ólafur. Og mannlíf á öllum fjölmiðlum, bara skúpar feitt í dag. Með spurningu blaðamanns og símtali við Dorrit þar sem hún reynir að tala nú ofan að því að birta þessa frétt, hvað ég vona þetta og haldir ekki þú sérst einhver blaðamaður, þetta nú ekki mál til þess að fjallum. Og hafið lesið þessa úttekt sem allir íslenski fjölmiðlar hafa tekið upp sem í mannlífi? Það þekkið þið söguna? Nei, ég bara búin að lesa, þú veist, hvert einasta orð. Að DFF eitthvað, þú veist, úr, ekki greina sjálf, ekki. Þetta eitt skemmtilegasta blaðefni sem ég lengi séð lengi. Og hve vandræðalegt þetta? Ég veit, það fer eftir í hvernig þú lítur á þetta. Ég meina, þú sér þarna sömu einkennin í málflutningi Dorritar, ef við viljum greina þetta í alvöru, skilurðu, að þá talar hún tekur sömu línu og mjög margir sem hefur verið reynt að tengja við Epstein. Hún reynir að fjarlægja sig þessu eins og hún getur. Nei, ég þekkti þennan mann ekki nokkuð skapaðan hlut. Hann fannst hann bara slísi, ég bara reynda saman. En þar í þeirri umræðu, þá kemur hún auðvitað upp það, auðvitað vissi hún allan tíman, skilurðu, hvað var raunverulega í gangi. Og hún gerir Ólaf Ragnar tvísaga líka. Já, en það kemur fram, það eru margir í sömu stöðu og Dorrit, að þeir segjast ekkert hafa þekkt hennar mann og eiginlega bara aldrei hitt hann, og ef þeir hitt hann þá vildu þeir ekki vera í sama herbergi hann. En svo koma þeir upp það kemur alltaf í gegn að þeir vissu samt allan tíman hvað var þarna raunverulega gerast. Og ég held að Dorrit sé í þeim hópi. En það er þá sem maður hættir að hlæja. Það er þá sem fólk hættir að hlæja. Það er þá sem maður hættir að hlæja. En það er út af fyrir sig, við eigum að vera fegin því að einhverjir nennir að róta í þessum skjalahaug sem þessi Epstein skjöl svo kallið eru, og mér skilst að séu fleiri á leiðinni, því að því meira sem rótað í honum og því meira sem kemur upp úr þessum frekar ógeðfellda potti, að því meira vitum við hvernig alþjóðarsamfélagi virkar á bak tjöldin. Það er akkurat þessi hliðin af Epstein skulum bara sýna hvernig þetta umhverju hvað margir valdamenn út allan heim eru einhvern veginn tengdir í einhvern mjög skrítin hátt í kringum mjög skrítin mann. Taka siðferði og henda því út í bláinn 1, 2, 3 í vonum meiri tengsl, sterkari tengsl, meiri auð. Við erum að horfa Thorbjörn Jagland af öllu og maður eiginlega hættir að vera að hissa Nú síðan hér, þetta hefur mikil áhrif í Noregi, við bjóðum í Noregi í nokkur ár og þetta bara mikið sjokk fyrir Þetta að fella breska forsætisráðherra. Já, hann gera því, en það gerist eitt í Bandaríkjunum. Nei, það er með það sem við vorum að tala Já, ég meina það er áhrif í Evrópu en ekki Bandaríkjunum. Trump segist það, ég þekkt hann, ég var hættur af vinnur hans og það er ekkert í neinum Epstein skjölum og svo kemur það í ljós að það er oftar minnst á Trump í þessum skjölum heldur á Jesú í Biblíunni. Já, en Trump að nákvæmlega á sama stað og Dorrit þegar hann segir, skilurðu, ég þekkti þennan mann eiginlega ekki neitt, ég vildi ekki það hafa við hana saman að sælda, en núna allt í einu dregið upp úr einhverjum hatti eitthvað símtal sem hann átti 2006, þar sem hann fullyrðir að fagnar því mjög að hann skuli hafa verið handtekinn og stöðvar því að það var komin tími til þess að gera það. Það var vegna þess að hann vissi 2006 nákvæmlega hvað var í gangi þarna og alveg það sama með frú Dorrit. Hún fór nú aldrei á þessa eyju. Nei. En Ólafur Ragnar hitti Epstein samkvæmt því sem að Dorrit segir í dag. Já. En Ólafur Ragnar var sjálfur búinn að neita því. Hann hefur bara gleymt því. Það bjóðu nú einhverju sama fjölbýlshúsi, sagði hún og Epstein, einhverju litlu fjölbýlshúsi. Ég finnst nú þekktu samt ekki neitt. Ég vil gera aðeins athugasemd við það að talað það eins og blokk. Já, veit. Það sé svona hefðbundir blokk eins og við kíkja hana og breiðáttinu. Sannlega ekki breið. Þú veist, fólk eins og Dorrit og Jeffrey Epstein, þau búi ekki í blokk. Nei. En fylgist þú með þessu? Ég kíkti yfir þetta, úr mannlíf. Ég samsama mig ekki þessum hóp fólks og ég eiginlega bara þekki ekki sjálf hvernig þessi tengslin myndast. Það getur vel verið einmitt að
mér fannst ég greindi ekki að sama Páll, ég ætla ekki blaðamaður og kannski les ekki alveg jafn mikið á milli línunni eins og hann. Ég gat ekki séð betur heldur en að hún sé bara svolítið að reyna að fjarlægja sig út frá fjölmiðla umfjöllun, en ég las ekkert endilega milli línuna að hún hafi vitað af einhverju meira heldur en annar og hérna hvort að hún hafi verið einhverju hringamiðju, aldrei farið á þessa eyju, aldrei verið eitthvað meira heldur en bara í einhverju tengslamyndun sem að við höfum kannski heldur ekki mikið á Íslandi. Við erum ekki með beint svona tegund af high society á Íslandi, þú veist, ég myndi ekki segja það. Þannig ég held bara að við kannski þekkjum þetta ekki, við skiljum þetta ekki. En hafi einhver reynt að koma því á, það nú einmitt Dorrit og Ólafur Ragnar? Þau hafa mögulega reynt að hérlendis, en hérna, þar maður kannski bara, þú veist, þau eru þarna í sumu kreðsum, þú veist, og ég hef hitt alls konar fólk og ég hef átt samleið með alls konar fólki í gegnum tíðina og kannski heyrði maður eitthvað einhvern, en það þýðir ekkert það sem ég sjálf vissi að var að taka mig fyrir hendur þannig að mér fannst þetta nú ég las þetta svona sakleysislega fyrir kæru Dorrit að ég ekkert endilega viss að hún hafi viljað samsama sig þessum manni á þessum tíma. Þú hefði ekki viðtal við fyrri mann Dorritar? Sko, gamli blaðamenn hafa alltaf alls konar undarlega hluti á sinni ferilskrá og á sín tíma, rétt fyrir aldamótin, þá var gríðarlega eftirspurn eftir öllu sem að tengdist Dorrit, öllum fréttum. Blaðamenn og ritstjórar þeir hefðu sagað þessir útlim til að fá sko myndir úr fjölskyldualbúmi eða einhverjir upplýsingar. Og í einhverju örlætiskasti eða þjónkunarlöngun við ritstjóra Dagblaðsins að þá hringdum við fyrir Helgablað DF á og tókum, ég talaði drjúga stund við mann sem að heitir, eða hét, ég veit ekkert hvort hann er lifandi en þá, heitir Neil Sarach og var fyrsti eiginmaður Dorritar. Hefur hann átt marga á undan Óli? Nei, ég held að þetta séu bara tveir. Já. Það er hann og Óli. Já. Og Neil var mjög viðræðgóður og virkaði sem mjög skemmtilega nági. Hann mundi að vísa ekki hvenær hann hefði verið giftur Dorrit en hann mundi samt áratugum. Smá atriði. Og hann, eins og ég held að hann hafi sagt orðið, it was sometimes in the early 60s. En ég hafði svona í fréttalegum skilningi, þá gátum við bara sett utan á blaðið viðtal við fyrsta eiginmann Dorritar en það var ekkert í því, hann sagði ekki neitt eins og stundum var náttúrulega en sko, þetta með staðhæfingu hennar að pappinar hafi ekki verið læs og hún hafi þurft að lesa fólk af fasi þess og einhvern veginn textinni að koma því inn í þessa Epstein-sögu sko. En það finnst öllum vænt Dorrit. Ja, flestum. Sko, það er náttúrulega svona aðeins alltaf, það er ekki svona fjórðungur þjóðarinnar sem ennþá er með svona smá hroll yfir þessari kongatjúningu sem að varða á embættinu. Nei, þetta er allt í góðu. En núna er líka fjórðungur þjóðarinnar með smá hroll út á Höllu og svona forseta og smá svona en að því að við viljum horfa á jákvætta hlutina þegar ég sá þetta í umfjölluninni Dorrit að pappirinn hefði verið ólæs í ljósið þess hvernig honum vegnaði í lífinu þá dró mjög úr áhyggjum mínum á íslensku skólakerfi það er vel orðað en hafið þið skoðun á því hvort Halla átti að ávarpa viðskipta ráð, heitir það ekki? Ég bara sé ekkert að því, ég bara skil ekki hvernig fólk getur fyrir að setja út á það. Nei, hún er forseti allra landsmanna. Hún ætti að vera það. Bara mér finnst bara alveg eins og hún ætti að geta ávarpað þing ASÍ. En Kristrún var slegið upp sem hetju þegar hún sagðist ekki að ávarpa þingið. Er smá cherry picking í þessu bara eftir hvað var stendur pólitískt? Þetta er ekki það sama, sko. Nei. Þú veist, Kristrún er formaður eins stjórnmálaflokks sem tekur ákvarðanir skilur út frá sem tengjast kannski einhvern veginn í stefnu flokksins en forsetinn er sameiningartákn allra þjóðarinnar og það eru einu kosningarnar á Íslandi þar sem að eitt atkvæði er eitt maður skilur sem er fullkomið jafnræði með þjóðinni og þess vegna finnst mér bara að forseti Íslands eigi að ef einhver biður hann að halda ræðu þá má hún segja já við hvernig sem er, það truflar mig ekki neitt. Svo er skemmtilegt mál að Ratcliffe af öllum mönnum hann gerði Boga Ágústsson brjálaðan með þann rólega grandvara daglega prúða mann
með ummælum innflytjendur og bóta þegar einmitt, sem var að knésetja Bretland og Það er kannski aðeins öðru vísi samt svona höldunum sem að við erum með bara kynslóð eftir kynslóð af atvinnulausu fólki og sem einhvern veginn hafa aldrei beint einhvern veginn bara fengið tækifæri eða geta nýtt sér tækifæri til að gera eitthvað annað. Það er aðeins öðruvísi heldur en svona bóta þegar hér, sko. Það er svona, já. En sko, samfélagslegar ástæður fyrir því. Ég er ekki að segja að þetta fólk sé eitthvað ömurlegt, en bara, þú veist, þetta er annars eðlis svolítið. Já, algjörlega samanlegar. En tókuð eitthvað eftir þessari frétt? Er þetta bara svona eins og hvert annað rant og bullshit eða er þetta að segja eitthvað veröldina og hvert við erum að fara? Þessi ummæli Ratcliffes. Ég sé ekki ástæðu til að segja, ég er ekki búin að fór hann ekki inn á hnén bara strax daginn eftir og baðst afsökunar á þessu og ég sé enga ástæðu til að lesa eitthvað djúpt í þetta. Nei. Þetta er bara eins og vonandi ekki. Ég sé það ekki, sko. En það er ágefni hvað það eru þó margir sem eru algjörlega út að aka í þessari útlendinga andúð. Og þá er ekki bara að tala um Ísland, það er tölvöld hér á Íslandi, allt og mikið. Það er náttúrulega séu hvað gerist í Bandaríkjunum, þar sem bara forsetin að senda sérsveitir í það að eltast upp í ákveðin hóp Bandaríkjamanna, við aliens. Við sjáum hvað er að bara gerast allan heim. Þetta er ágefni þessi, hvað fólk er tilbúið til þess að ganga langt í gagnrýni sinni á hópa, búa til vandamál, segja að þetta er þeim að kenna, það eru við og þau. Þetta fólk er að eyðileggja heilbrigða samfélagið okkar, gamla góða. Þetta er svona hér á Íslandi, þetta er náttúrulega hrikalegt í Bandaríkjunum og þetta er áhyggjuefni, sko. Og þannig að hvort þeir lesa mikið og djúpt í þetta er alveg sammála því per se, en hann er ekki, hann segir þetta ekki bara út í loftið og út í bláfinn. Það er ástæða fyrir. Það er það sem manni finnst einmitt, sko, að þeir sem áður þögðu með ekkert mjög góðar skoðanir, þeir óhræddir flíka núna hreinum rasisma. Þetta er bara eitthvað sem gerist alltaf í samfélögum þegar efnahagur og velsæld fólks er ógnað. Þá er alltaf auðveldast að kenna hinum sko, þetta er þeim að kenna, við eigum við þessu landi, þetta fólk að bara heima hjá, þetta er ekki ný plata, þetta er bara sama platan og var hjá nasistum fyrir seinni heimsstyrjöld og allt, þetta er alltaf það sama og það sem við þurfum hins vegar að finna út hvernig við ætlum að reyna að stoppa þetta, sko. Þetta er ekki... Já, ég heyrði áhugaverða nálgun með Bandaríkjun og Trump daginn með kollega mínum í gymminu sem að talaði það og hann er nú spekulant á þessu sviði og hann sagði, sko, að eftir að Noregur hafnaði því að Trump myndi fá Nóbelsverðlaun og þvert tók fyrir það að þá sagði viðkomandi að ef hann fær ekki Nóbelsverðlaun að það mun hann fara 180 gráður og hann mun vilja verða stríðsforseti og það hefur raungerst eftir þessa höfnunan sá að vera einhvers konar friðarforseti að nú langar hann til að vera minnst vegna þess að hann er bara í sínu egoi og hann vill að sín verði minnst sem stríðsforseti og hann er á þeirri vegferð núna þannig ég held líka hluti af þessu með innflytjendur og að hreinsa það út þetta er ákveðið svona þetta er hann og hvernig hann sér sig sem núna stríðsforseti við sem Venezuela, við sem hvað hann er að gera. Þannig ég held að í Bandaríkjunum sé þetta að hluta til það, hvernig Trump sér sig og þessi fílugirni að sé verið að fá ekki friðarverðlaun. Þannig að ég held að það sé að hluta til það. En svo þarf það bara að greina samfélagslega. Við erum með stríði sem breyst út í Úkraínu, við erum með þetta fyrir botni Miðjarðarhafs og ég held að svona þegar við förum aðeins lengra áfram í tímanum að þá munum við líta alltaf aftur og sjá, þú veist, hvað svona félagssálfræðilega gerðist
Þannig ég held að rasismin sprettur ekkert bara upp úr engu. Þetta einhvers konar félagssálfræðilegt mein sem við höfum ekki alveg náð að greina og ekki náð að stjórna á. Hlutirnir hafa verið að gerast hratt og það líka svolítið á stærum ríkisstjórnarinnar, þú veist, hvernig við mótum þetta og byggjum upp þessa innviði sem líka ákall eftir í samfélaginu. Það uppbygging innviða til að taka móti þessum straum sem við vorum aldrei tilbúin til að gera til að byrja með. Við sjáum hvernig farið fyrir Bifröst sem að tók alltaf móti alveg gríðarlegum fjölda flóttamanna og þannig að við vorum með gott og opið hjarta og tókum á móti miklum fjölda fólks. Og nú þarf bara að hugsa í lausnum hvernig við... Það þarf að vinna úr þessu. Já, það þarf að vinna úr þessu og mér finnst nú ríkisstjórnin vera að taka ágætlega á þessu. Það líka, það ekki beint heldur sanngjarnt gagnvart því fólki sem að við fáum hingað, svo flóttafólki, að við séum ekki stödd þar að við getum tekið á móti fólki almennilega. Þú veist, ég ekkert vissum að neinum sé eitthvað mikill greiði gerð, auðvitað fólki greiði gerður að komast frá þessum svæðum, auðvitað, en við þurfum að geta, hafa bara uppbygginguna til að taka móti fólki. Þetta ofboðslega erfitt fyrir þessi börn. Þau eru ofboðslega trámuð og bara allt þetta, En málið það eru komin margir útlendingar á Íslandi, 70.000 manns og þetta gerist óbúslega hratt og auðvitað smá núningur en mér finnst yfir höfuð okkur hafa tekist í raun og veru ótrúlega vel miðað hvað það gerist hratt, miðað hvað þetta eru margir að takast á þetta, auðvitað fylgja vandamál og áskoranir en yfir heilt yfir þá hefur okkur tekist að gera þetta bara nokkuð vel. En þau segja sjálf að það sé erfiðar að vera þau í dag en það var bara fyrir ári eða 2 ár. Kannski. Það það sem að segja. Nú ég búin að fylgjast aðeins með þessu, ég með 100 Portúgal í vinnu. Já. Þeim líkar mjög vel hérna. Við gætum ekki reist spítalar ef að það var ekki sambarilegt. Í hvaða vinnu eru þeir? Byggingavinnu? Í undirverktöku. Það sem sagt eru bara portugalskir iðnaðarmenn sem vinna hér og líkar vel og bara gengur mjög vel og samskipt og bara mjög fín, þeir eru mjög ánægðir hérna. Eins þessi allir þessi fjöldi Pólverja sem hafa komið hingað og hafa verið að koma hér í áratugi og að samla samfélaginu. Þetta tekum við eftir í, það að tala pólsku í búðunum og það saman Ég meina við tölum íslensku í Kaupmannahöfn þegar við fórum í Kaupmannahöfn og vorum að vinna þar eða gera ennþá, þannig að það ekki dólegt við það. Þannig að þetta mikil breyting, en þeir sem að annar borð taka þá afstöðu að vera mótis, þetta láta þetta fara í taugarnar á sér. Að það sem mér finnst svo vant hvað í raun og veru margir þeirra eru tilbúin til að ganga langt í gagnrýninni og ég segi bara fullu fetum að það í ákveðnum hópi er hreinn og klár grundöllur fyrir fasisma. Þetta bara hreinn og klár fasismi. Bandaríkin, ég er búin að vera að fylgjast aldrei mikið með hægri fjölmiðlum, alls konar fjölmiðlum þar og í kringum Trump núna undanfarið ára því að mér fannst það svolítið spennandi að byrja á því og þegar þú byrjar á einhverju svona netinu þá bara hellist yfir þig vitleysan og hvað fólk gersamlega fyrt og tilbúið til að ganga langt og í raun og veru að tala fyrir því að innleiða hreinan og klára fasisma sem að ég vil halda fram að Trump sé að gera. Það verður ákveðin líkil punktur í haust í kosningunum verða frjálsa kosningar í Bandaríkjunum. Ég ekki viss um það. Ekki heldur? Nei. Ég bara alls ekki viss um það. En þarna að tala um fasisma og við erum að tala um stéttaskiptingu sem að mér finnst hafa aukist á Íslandi gríðarlega stéttaskipting. Það sem fólk tala mikið sérstaklega þegar umræðan innflytjendur að við skulum nú bara vera fegin að hafa eitthvað fólk sem tilbúið til að koma í störfin sem að okkur hugnast ekki til að sinna. Mér finnst þessi umræða svolítið að villigötunum að við sem alltaf að tala um þessi láglaunastörf, við erum ekki endilega huga því að
að sko auka hugvit innflytjenda til að koma í sömu stöður og við höfum. Ég er bara svolítið á móti þessari umræðu að við sem alltaf að horfa á þau til að sinna þeim störfum sem okkur langar ekki. Það finnst mér við vera að auka á stéttaskiptinguna með þessu viðhorfi til innflytjenda og flóttamanna. Það bara fyrst núna undanfarn 2-3 ár sem að mér hefur fundist fólk átt að sjá því að þetta ekki bara fólk sem að koma hér á vertið og fara aftur. Þetta fólk sem að koma hingað til að búa hér, eiga sitt líf hér, spönnin sín hér. Er þetta ekki tveir hópar allur? Er þetta ekki tveir hópar? Annars vegar fólk sem kemur bara hérna í uppgrip og vertið. Jú, það er það. En það er bara svo þetta er stór hluti sem að koma hingað og ætla bara að verða Íslendingar. Við verðum náttúrulega ekki Íslendingar eins og, þeir verða Íslendingar, en þeir verða náttúrulega ekki eins og Íslendingar voru 1940, svo það er náttúrulega eðlilega ekki. Og fólk að byrja átt að segja á þessu. Og þetta fólk sem kemur hingað, það hefur í raun og veru verið undirstað þess að geta haldið bara heilbrigðiskerfinu, uppbyggingu í byggingarinni, ferðaþjónustunni. Þetta var ekki hægt ef við hefðum ekki þetta fólk sem tilbúið til að koma í styttri tíma eða koma hér til þess að setja stað. Og verkefnið að gera þetta vel. Já, ég veit að það er svo mikil fössari í sömum okkar að við þurfum að fara að koma okkur heim og fara í partíð eða gera eitthvað skemmtilegt. Ég veit ekki hvað ætlaði að gera. En svona í lokin, veðrið er náttúrulega bara orðin risastór frétt. Og þú sagðir 1940, þú nefndir það ártal. Það er akkurat ártalið sem við þurfum að sækja aftur í tíman, segir Einar Sveinbjörnsson og Veðurstofan, til að finna eins veður og var í janúar hér á höfuðborgarsvæðinu. Engin snjór. Og þurfum að fara aftur til ársins 1940 til að finna annan eins mánuð. Áfram gróðurhúsárið! Já, áfram gróðurhúsárið. Segir hún við liðin á ykkur. Það er þetta snjór í Ártúnsbrekkunni. Núna? Já. En í janúar hann er búin til, sko. Já, skýrast. Ég ætla að fá töfum. En sko, ég er að norðan og það var alltaf náttúrulega massa snjór, ekki síst þegar ég var krakki í 300 metra hæð í Mývatnssveitinni. Svo var ég 4 ár í menntaskóla á Akureyri og það var gríðarlegur snjór og svo hefur maður svona verið hér og þar út allan heim, meira að segja. En þið sem að, ef einhver ykkar eru svona fæddu upp alin hér, hver skrítin er þessi vetur með að við hérna fyrir hjá okkur? Hver léttur er hann á veðursæll? Hvað finnst ykkur? Já, ég tilheyri þeim hópi fólk sem að leggur miklu stund á útivist. Já. Og ein af möntrum okkar er að maður er að gera margt og á veturnar þá maður að vera á skíðum. Já. Og það er í hópi skíðamanna þá gætir mjög vaxandi þunglindis og svartsýni yfir ástandinu. Þetta er auðvitað mjög óvenjulegt. Já. Og skuggahliðin á þessu er síðan svo að þetta er oft þær veðuraðstæður sem kalla fram erfið eða lítil loftgæði í Reykjavík. Þannig að núna síðustu daga til dæmis að þá hefur þetta verið svona fjórföld þau gildi sem er talið heilbrigt fyrir okkur og það hefur verið að biðja fólk að vera ekki úti meira en það þarf. Þetta er bara eins og ég var í heilan mánuðustur í Indlandi í haust og þetta er bara hljómar kunnulega sko. Þar var líka verið að biðja íbúa í Delí að vera ekki mikið úti og þannig að sko. En er þetta þægilegasta veður sem þú hefur upplifað bara að vetri til? Þetta er vandræðalausasta veður. Mér finnst það þægilegt að geta farið út á hjóla á þess að vera með nagladekk. Og mér finnst það er margt þægilegt við að vera ekki í snjó en á sama tíma þá saknaði þess að geta ekki farið á skíði og verið úti. Ég er alveg til í að hafa vetur þegar er vetur. En svo ertu líka með ótrúlega lítinn vind svona að jafna þig og litla úrkomu, rigning líka. Það er margir kostir við þetta. En það er líka þetta er áhyggjuefni vegna þess að auðvitað miklar breytingar í veðurfari þær hafa ekki bara áhrif á það hvernig okkur gengur að komast í vinnuna og allt þetta að þær hafa líka áhrif á allt lífríkið og náttúruna og það er ekki víst að það sé allt jákvæð áhrif. Mínir menn sem eru margir búin að vera alltaf 7 ár hérna að þeir segja það er bara Íslands sumar í vetur. Já, og þannig að framkvæmdir hafa gengið sérlega vel kannski. Já. Sko ég er með allt með peningar líka í þessu veðri. Ég er með allt með túrætt
hef ekki leyfi til að vera á skíðum eða skautum, það bara hættulegt fyrir mig og alla í kringum mig. Þannig að ég ofsalega fegin þegar það engin snjór, þá þarf ég ekki að skafa bílinn minn. Já, ég má keyra við túrutið mitt. En ekki vera á skíðum? Eða þú veist, það er það sem ég segi sko, þannig að ég hafa afsökun til að þurfa ekki að fara eitthvað svona. Ég fór nefnilega á skíði því ég var 11 ára og ég rúllaði niður alla brekkuna og það tók ég það ákvörðun að ég færi aldrei aftur á skíði og ég hef bara staðið við það. Ég er mjög fylgin mér þegar það svo börundir. Þannig að ég er ofsalega hæst ánað að það sé engin snjór. En mér finnst það megi vera snjór frá Þorláksmessu til 2. janúar. Það er svona snjótímabili sem ég til í sko. Þannig að, já, en að engin vindur, það finnst mér dásamlegt. Að ég veist ekkert með rók gera allt veður leiðilegt. Allt veður getur verið fínt sko. En feykir í burt sveifríkinu sem að Páll er að tala sko. Það er líka kostur við vindi. Hvað segir þú? Já, ég er að horfa út gluggann heima hjá mér á hérna Seltjarnarnesinu og mér fannst örla á að rabarbarinn minn sé að skjóta kollinni. Er það ekki? Já, ég er mikil garðyrkjukona og ég er svona farin að taka eftir þessu, þannig að ég er svolítið að velta fyrir mér sko hvað gerist, þú tekur þetta við sér og dalar og ég veit það ekki, ég er svolítið að hugsa sko. Færðu 2 uppskerur á einu ári? Ég veit það ekki, þannig að ég... Nýja rabarbarasultu með lambalærunir og páskalambi. Já, þetta er alveg páskalambi, ég meina... Já, þannig ég er svolítið svona, já, ég bara er að fylgjast með, en ég nýti þess að sé minna rók og ég nýti þess að sé ekki slapp í febrúar, ég vissulega geri það. Ég var vitni núna í vikunni í Þingholtunum, þar sem ég bý, að meiri fuglagreddu, ef ég má nota það orð, en sko ég hef nokksinni heyrt fyrir en kemur fram í lok apríl eða eitthvað svoleiðis. Það var bara allt vaðandi í bríma. Og svo mikil fuglasöngur og svo æstur og tjúnar og... Þetta búið svo upp í Breiðholti líka sko, já. Og þau sko, þeir halda það sé allt annað að fara að gerast heldur en það sem ætti að vera að fara að gerast í venjulegu árferði. Og nú bara sjá hvernig spilast úr þessu. Kannski er þetta bara mjög jákvætt og kannski kemur meiri gróska í lífríkið hérna á Íslandi. Ég ætlar ekki að vera neikvæð. Ég held að þetta gæti bara hort til betri vegar hérna á Íslandi og síðan þegar að hafstraumarnir snar hætta hérna eftir ár að þá portið kemur ísöld þá ég ætla bara að njóta þessum ég er svo með þér Fossari fram að ísöld það er fossari fram að ísöld, ég held það Já, er annars eitthvað sem ykkur langar til þess að svona koma inn á að lokum? Ég veit ekki hvort þau hæfi, ég er bara rakst á frétt bara áðan fyrir áður laða stað það er dómsmál sömdu reglulega samfarir í ár eftir sambúðarslít. Já, ég las þetta. Og hverjir? Þetta voru hjón, hún var ekki alveg sátt í manni samt, en þó... Ónýtjúkur, hún taldi að vera ónýtjúkur. Já, tekjulausan yfirleysingi á drykkjumann. Já, yfirleysingi á drykkjumann, segir hún, en hún er samt til að leggja eitt enn barn á mjöðmið sínar með reglulegum samförum 5 daga í viku, 5 daga í mánuði, næstu 12 mánuðina, ellegar að það myndi ekki ganga upp, það myndi stefna tæknifrjókun, en hún losaði þessi samt við hann. Já, ok. Það er einmitt bara nýlega búið að breyta lögum í Frakklandi held ég sem að þú veist ekki lengur skyldugur til að sofa hjá þeim sem skiptur. Nei, einmitt. Já, var það lögboði? Gastu farið fram á skilnað ef viðkomandi vildi ekki þýðast þig. Já. Og þetta var bara þú áttir að gera þetta og þetta bara, bara lesum því bara síðustu viku eða eitthvað. Var þetta ekki eins og Íslandi hérna forðum að konurna gátu? Jú. Það er frægasta frásögnin er í Njálu að hennar dapurlegu frásögnin af hjónabandi Unnar og Rúts sem að forsenda fyrir skilnaði þeirra var svo að hann fékk ekki komið fram vilja sínum við hann. Já. Ég ætla ekki að, ég veit ekki, er þetta ekki fjölskyldu sjónvarp, ég ætla ekki að fara dýpra í þetta. Ég held að hlustendur áhorfendur innan 16 eða 18 séu nú ekki fjölmargir, sko. En það var gaman að heyra þetta sem þú sagðir áðan, sko, þetta væri svona alls konar furðulegt fólk sem var þetta alveg. Þá voru á samstöðuna. Það allir eru skrýtnir, líka þú.
Já, segir í einhverjum texta, það ekki? Jú, heyrðu, mér hefur fundist mjög gaman að spjalla við ykkur og þið hafið öll náttúrulega merka persónusögu að segja og hið pólitíska hið persónulega pólitískt og þið eru búin að fara yfir fréttir vikunar og ég ykkur mjög þakklátur og vona bara að ég sjá ykkur aftur hér við tækifæri. Hanna Kristín, gangið þið vel og megi sem sagt þeir litlu gróðureldar sem kannski enn loga á Bifröst megi Bifröst blómstra. Ég held að það komi með góðu veðri. Ég sé þessa fyrirsögn fyrir mér á næstunni, Bifröst blómstrar. Ég spái því. Einmitt. Og Hallur, það verður forvitnilegt að sjá hvort Lilja eða Ingibjörg taka þetta helgina. Hvort að ég eða Páll hafi. Já. Ég hringdi ekki neitt sko. Nei, þú hringdir ekki neitt. Það kannski munurinn. Einmitt. En þetta alltaf svo gaman þegar slagur. Þetta bara eins og að horfa á landsleiki handbolta eitthvað, bara slagur. Það bara eitt lögmál og þú varst að tala Vinstri græna líka. Eftir sem að flokkar eru minni, þá verður átökin meiri. Átökin harðari. Þetta er eins og eða átök í húsfélagi sko. Ljósið þess hvað Framsókn stendur illa, þá þetta svolítið stórt húsfélag. Já. En það vilja samt tveir verða formenn. Þú ættir að vita hvað þetta í mínum stegagangi sko. Það Rússi sem býr einn að henni og Úkraínumannski annarri. Já, hvernig kemur þau saman? Bara ljómandi vel. Já. Og það svo gott að búa í stegagangi með útlendingum vegna þess að maður þarf ekki að vera stressaður yfir að eiga hund. Nei. Því fyrir þeim bara eðlilegt að hundar búi með fólki. Þannig að maður þarf ekki að vera eins og allir Íslandi má ég vera með hundinn minn, þú veist það. Þau eru bara eitthvað, já, gjör svo vel. Þannig að mér það bara fínt, sko. Þannig að þú segir þetta, mér langar að segja eitt bara frá eigin brjósti, ég er svona áráttu bridge-spilari og það að spila bridge bara, já, það sem að kyndir neistan í minni sálu. Ég var að spila á stóru alþjóðlega móti daginn með 2 rússneskum konum sem voru með mér í sveitinni. Og þær byrjuðu sko samskiptin við mig og makkar minn sem Íslendingur rosalega varfærnar sko og voru einhvern veginn með þá hugmynd að við hötum þau öll og þær lýstu hvernig atvinnuferill þeirra í spilinu því það er til hellingur atvinnufólki í bridge eins og mörgum öðrum íþróttagreinum hvernig hann hafði farið í vaskinn og hvernig þær hafði verið jaðarsettar alveg í drasl samt hafði önnur þeirra keppt fyrir Úkraínu fyrir mörgum árum og svo fórum við eitthvað að ræða saman, kynntust betur, traustið var betra og það svona réttist, já, tognaði úr þeim og svo vorum við að tala um einhvern skandal, einhvern íslenskan og ég var að tala um einhvern sem hafði sagt eitthvað að gagnrýnt kerfið og þá spurðu þær báðar sömu spurningar, hvað varð hann? Þann sem hafði gagnrýnt kerfið. Ég fekk svona, já, einmitt, vertu nú duglegur í bjössi minn að þakka fyrir samfélagið sem þú býrð í, sko. Algjörlega. Það gæti nú verið verra, ekki satt. Það er nú ljóst. Hvað varð okkur? Við getum gert grín af forsetan og forsætisráðherra á öllum spiltum bönkum, stóru fyrirtækjum og það verður ekkert okkur. Við kannski fáum ekki vinnu alls þar sem við vildum kannski síðan en það verður þið bara örgjör, þetta ekkert mál. Já, hálununum. En mér finnst bara, ekki eftir lagi að maður minni sig á þetta. Já. Og ég vona að það hafi þýðingu fyrir ykkur líka og ykkur sem er að hlusta og horfa. Og kærar þakkir Elva Dögg Hafberg, uppstandari og ég óska þér góðs gengis í kvöld. Já, takk fyrir. Og bara ég vona að ég sjá þig sem óttast. Já, takk sem leys. Og þættinum þá lokið, kæru hlustendur og áhorfendur. Við höldum áfram með dagskrána hér í fyrramálið klukkan 9 verður stórt viðtal sem ég tók við Bjarna Harðar bóksala og fyrrum þingmann hans ævi og störf viðtal sem allt það er á þriðju klukkustund að lengd hefst klukkan 9 og svo verðum við með úrval af efni vikunar upp úr hádegi á morgun og svo á sunnudag verður neglan þjóðmála flegið synir Egils eins og alltaf á sunnudögum klukkan 20:40 Sigurjón Magnús og Gunnar Smári taka við því kefli og fá marga góða gesti. En ég heiti Björn Þorláksson og þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa og takk tæknifólk og takk viðmælendur. Verið þið sæl.